Og þá höldum við áfram með föstudagsþáttinn. Síðasti viðmælandi þáttarins Karl Jónsson, Lambinn, velkominn. Já, takk. Við ætlum ekki að tala Lambinn, við ætlum að tala þáttinn Föst í fortíðinni. Já. Það er einhver vitleysisgangur sem maður plataður í, sko. Nýr sjónvarpsþáttur á stöðinni, á M4. Já. Þetta er svona þáttur þar sem við ætlum að gera upp við fræga 80s tímabil eða 9. áratuginn. Já. Og það er svona, þetta var áratugur sem einkenndist af alls konar tónlist og magnaðri hártísku og herðabúðum. Og enn magnaðri fatatísku. og þetta er svona, og ég meina nafni er alveg þannig að þessi mín kynslóð og svona, við erum svolítið föst í fortíðinu, við erum svolítið föst í þessu tímabili. En við erum ekki lengur með herðabúðana. Nei, en einhver að segja þetta kemur nú kannski aftur, sko. Já. Ég á eitthvað heima, sko, sem ég pusta bara rykið af, sko. Já, þú geymir bara sumt í skáp. Já, það er náttúrulega sniðugt, þetta fer allt í hringi. Já. En þessi þættir verða hve margir? Sko, ég held að sé stemt á einhverja 8 þætti. Já. Og við fáum alltaf 2 gesti í hvern þátt. Já. Þeir koma með ljósmyndir með sér frá þessum ástíma. Já. Þeir koma með myndbönd sem við sýnum í túbusjónvarpi, forláta túbusjónvarpi. Það voru komnar vídeóvélar þarna á þessum tíma? Já, það var eitthvað svona að brjótast þar, sko. Já. Og svo bara snýst þetta bara að spjalla og heyra sögur og hlæja og skemmta sér. En það er af nægu að taka þegar kemur að tískunni og öðru, sko. Já, ef fólk vill taka þátt í þessu, ef það man einhverjar krassandi sögur og vill deila með þjóðinni, getur það haft samband? Já, bara hafa sambandi mig eða hérna inn á N4, sko. Við erum eigum eftir að loka, sko, viðmælendalista. Já. Þannig að bara við fengjum ábendingar eða jafnvel að fólk vill bara fá að tróða sér í þáttinn, þá er það guð velkomið, sko. Já. Ef það einhverjar meiningar þetta tímabil, 9. áratuginn. Já, algjörlega, sko. Manst þú vel eftir þessu? Þú ert þarna, 10-11 ára? Já, sko, ég er fæddur 69, þannig að maður var svona Unglings Já, þetta er örugglega eitt mestu umbróta tíminn í lífinu, sko. Og þarna svona þróaðist tónlistasmekkur og fleira og þarna eignaðist maður æskuvinina og svona, þannig að þetta var náttúrulega alveg dásamlegu tími, sko. Ertu að fá svona, heldur þú svipað gamalt fólk í þáttinn, sömu kynslóð, eða þetta ýmsar kynslóðir sem kom í þáttinn? Ég myndi nú segja, sko, að það er svona kannski mest fólk sem var á úlingsárunum á þessum tíma og svona efri úlingsárum, en það er þó með undantekningu líka vegna þess að ég væri, sko, alveg til í að fá svona einhverja aldraða foreldra sem muna eftir asnastrikum og öðru, sko. Já. Og barnana sinna, sko, frá þessum tíma. Þannig að það er örugglega verið upplifun líka að fylgjast með börnunum sínum í þessu. Akkúrat. Fyrsti þáttur fer í loftið núna á sunnudaginn? Já, hann er sunnudaginn. Já. Og þá verður þetta opinberað. Klukkan hvað? Mér er sagt að það sé 9:30. Já. Ég held að vísu er þessi kynslóð kannski að vera svolítið kvöldsvæfi, en ég held að hann ná alveg að vaka eftir þessu, sko. Já, 9:30, það er ekkert svo seint. En svo erum við líka, nýtum við okkur samfélagsmiðlana, sko, sem voru nú ekki til þá, sko. Nei. Þá þurftum að hringja í útvarpið og biðja óskalög og svo framvegis, en við erum á Facebook og þar er Facebook síðan okkar bara heitir Föst í fortíðinni. Já, þar er þetta að hafa samband líka. Já, endilega og bara vera með almennan dólg og leiðindi það líka, sko. Posta myndum kannski og svona. Já, endilega, myndir og sögur, það væri mjög krassandi, sko. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og nú endum við föstudagsþáttinn á þessum nótum. Takk fyrir að horfa og sjáumst aftur næsta föstudag. Verið sæl.